Komiði sæl, ég býð ykkur velkomin til þessarar málstofu þróunarmál og neyðaraðstoð sem að Alþjóðamálastofnun og námsbraut í mannfræði standa að og við erum komin að síðustu málstofunni í þessari 4 málstofa röð og í dag er það Engilbert Guðmundsson, framkvæmdastjóri Þróunarsamvinnustofnunar Íslands sem ætlar að ræða skipulag til árangurs. Ég sé á selskapinu að Engilbert hann nú vísast ekki að kynna hér fyrir flestum en hann hefur verið framkvæmdastjóri Þróunarsamvinnustofnunar frá 2011 og fyrir þann tíma starfaði hann hjá Alþjóðabankanum í rúman áratug og þar á undan hjá Sameinuðu þjóðunum og þar á undan hjá Norræna þróunarsjóðnum og víðar. Þannig að Engilbert hefur langa reynslu af því að starfa innan skipulags í þróunarmálum af einhverju tagi. Og það er akkúrat það sem hann ætlar að ræða við okkur hér í dag. Fyrirsögnin er skipulag til árangurs eða árangur og skipulag í þróunarsamvinnu. Gjörðu svo vel, Engilbert. Takk fyrir Sigríður og svona sem að kannski aðeins leiðrétting þar sem Sameinuðu þjóðirnar voru síðastar áður en ég kom til Þorneysis en og þá leiðrétt á Google. Nó, þá er þeir að ljúga upp á mig, nú, takk fyrir að taka tíma og sitja hér undir spjalli. Mér heyrist á þeim sem hafa verið hér áður, þetta hafi verið ákaflega skemmtilega samkomur undanfarnum vikum og það sem að fólk var hvað ánægðast með þeir sem ég hef talað við var hve mikið góður tími gafst í að tala saman og ég ætla þess vegna að bara stefna því að tala sem styst sjálfur fyrst en síðan getum við svona tala saman í spurningum, svörum og kommentum og bara rætt málin því að ég veit þess utan ég er frekar leiðilegur fyrirlesari þannig að það er betra að hafa þetta með þessum hætti. En eins og Sigríður Dúna lýsti þá er ég búinn að vera ansi lengi í þessu. Björn var lengur og stór hluti af því sem ég þvælst út í reyndar honum að kenna en við förum út í það við annað tækifæri. Þannig að ég leyfi mér svona sem gamall hlunkur að fara dálítið í gegnum söguna það í rauninni hvernig hugmyndin árangur hefur þróast og breyst í þróunarsamvinnu. Og svo við bara byrjum á þeirri spurningu, hvað erum við að tala þegar við erum að tala árangur? Og það er í rauninni hægt að skoða það með ýmsum augum. Og hér er svona þrennt sem ég langar að nefna sem mögulegan mælikvarða á það hvað telst árangur. Það er í fyrsta lagi bara það að aðstoðin eða peningarnir fari í það sem ætlast til og á góðu verði. Það er að segja að peningunum sé ekki stolið, þeir séu notaðir í það sem menn vildu og svo framvegis. Í öðru lagi er líka hægt að segja að árangurinn er fólginn í því að það sem að átt að gera sé gert. Vegurinn sem á að byggja, hann er lagður, húsið sem átt að byggja er byggt og svo framvegis. Og þetta sé nokkurn veginn í samræmi við kostnaðaráætlun. En í þriðja lagi má svo segja að árangurinn sé mældur með þeim efnahagslegu eða félagslegu breytingum sem stefnt var að því að ætti að eiga sér stað. Minni fátækt, betri heilsa, meiri menntun og svo framvegis. Nú þessi listi 30 þátta kann að virka dálítið tilviljunarkenndur. Af hverju akkúrat þetta? Svarið við því er einfaldlega
svona þróaðist í rauninni árangurshugsunin í þróunarsamvinnu. Þetta er ekki bara eitthvað sem manni dettur í hug, heldur þetta að sumu leyti nefnilega líka saga þróunarsamvinnu, hvernig menn nálguðust þetta. Sko, menn byrjuðu í rauninni mjög einfalt. Fólk var sett af stað og með mjög takmarkaðar forskriftir og því var sagt að láta gott af sér leiða. Ég byrjaði í þessu sjálfur, svo bara ég tæki það sem dæmi, 1985, sendur út í norrænt samvinnuverkefni, fer til Tansaníu. Öll Norðurlöndin 5 í þessu og þetta var heljarstórt. Ég held að á 10-15 árum hafi í gegnum þetta verkefni farið 250 ráðgjafar eða eitthvað. Og ég sendur út í sveit í Tansaníu til að hjálpa til við að byggja upp og reka stórt kaupfélag sem var að kaupa kaffi og annað slíkt af bændum og selja allan fjandann. Ég var sendur forskriftarlaust út. Bara heyrðu, þú ert ágætur, farðu þarna í þennan bæ, vertu duglegur að vinna með þeim og segja hvað er að gera. Og þetta fórum við að gera. Þetta tíðkaðist mjög víða. Hugmyndin var svo, við sendum gott fólk hérna heimann, það veit sínu viti, það vinnur með heimamönnum, gefur þeim góð ráð og góður hluti gerast. Í leiðinni var þá mikil áhersla lögð á það, við yrðum nú að passa upp á peningana. Svona líta eftir því, þannig að það var mikil kvítana andi í þessu lengi vel, að menn yrðu að passa upp á að peningarnir týndust ekki einhvers staðar. Þetta var í rauninni það sem að við notuðum til að mæla árangur og nota bene. Hinn heilagi kannleikur í pólitískri umræðu þróunarsamvinnu í rauninni á þennan hátt það sem við kallum input mæling. Það sem þegar við erum að tala skyldur í þróunarsamvinnu, þá erum við alltaf að tala við eigum að leggja 0,7% af þjóðartekjum í þetta. Þar sem við erum að setja okkur stærsta markmiðið í þróunarsamvinnu í rauninni markmið ákveðið magn af inputi sem að við stundum gleymum að hvað það í rauninni á skrýtnum stað sem stóra markmiðið í samvinnunni. En auðvitað breyttist þetta síðan smátt og smátt og síðan byrja menn að nota rökramma nálgun meðal annars, svona sem að tækja þessum dæma því að það er mikið notað en ekki bara það, heldur að skoða árangurinn út á því hvað gerum við, hver niðurstaðan og til dæmis sem að skoða íslenska samvinnu, þannig mældur árangur við skilum einu stykki skipi til fiskirannsókna, við skilum einu stykki sjúkrahúsi, við skilum 10 heilsugæslustöðvum og 350 vatnsbólum. Og það þá það sem við kallum að mæla afurðuna eða output sem að notum á þessar ensku slettur. Og svona lengst af á mínu ferli í þessu, sem er langur, deila hvort hann er góður en langur hann alveg, þá það þetta sem menn að mæla. Og menn voru mikið byrjaðir að nota þetta fyrirbæri sem við kallum log frame eða logical framework analysis. Ég veit ekki hvort allir þekkja það er svona ákveðið svona rökrænt ferli frá því að menn greini hver niðurstaðan á að verða og síðan á hinum endanum hvað þarf að fara inn til að útkoma náist. En menn stoppuðu í rauninni alltaf við afurðina þó að kerfi gerði ráð fyrir því að lengra verið gengið. Nú, síðan kannski stóru breytingarnar sem að verða þó ekki fyrir en komið í alvöru fram yfir aldamót. Það að menn farið þá að segja nei,
það er breytingin sem er mælikvarðinn. Það er hinn raunverulega niðurstaða, það er heilbrigða fólki, það eru börnin sem kunna að lesa og það er auknu tekjurnar, það eru færri fátækir og svo framvegis. Og maður skyldi halda að þetta hefði verið tekið sem sjálfsögður hlut, en því fór fjarri. Ég man til dæmis á þessum tíma, þá er ég að vinna í Alþjóðabankanum og svona innanhúsdeilan það kristallast kannski í því sem að stendur þar í anddyri bankans, stórum stöfum. Our dream is a world free of poverty. Mjög stór hluti starfsmanna lengi vel sagði, hvaða kjaftaði þetta? Við getum ekkert verið að bera ábyrgð á því hvort að fátækt minnkar í heiminum. Ég sem vegaverkfræðingur get borið ábyrgð á því að vegurinn verði byggður og honum stílað í góðu lagi til stjórnvalda. Hvort það svo leiðir til þess að líf fólks meðfram veginn verður betra, það er bara beyond my pay grade, ef maður notar það þannig. Þannig að allstaðar inn í faghópum fólk sem var að vinna í þróunarsamvinnu, það var þetta skref frá output yfir í outcome sem það sem ætti að stýra okkur. Það var alveg gífurlegt rifrildi árum saman þetta og fjöldi reyndra starfsmanna, þeim bara fannst mjög óþægilegt að þurfa að vinna með þetta sem eitthvað sem að þau ætti að skipuleggja tilveru sína í kringum. En út úr þessu kemur þá það sem að menn tala nú í dag, það sem við kallum árangurskeðju. Því að þó við höfum verið að færast og við segjum núna þetta er það sem skiptir mestu máli, þá er það alls ekki þannig að menn geti gleymt hinum endanum. Er þetta vel gert og hvað kostar þetta? Því að við getum sagt sem svo, við getum náð flottum árangri í því að allir nemendur á ákveðnum stað læri að lesa, en ef það kostar $5.000 á nemenda þá er eitthvað á input endanum í þessu. Þannig að þróun hefur orðið svo að menn þurfa að horfa á alla keðjuna, input, output, outcome, og síðan í rauninni við skulum geyma það til síðar, það sem er kallað impact sem er svona, þá er máli orðið verulega flókið. Þetta gerðist í rauninni, þessi bylgja gerðist í rauninni frá því og rétt fyrir aldamót í verulegum mæli. Þúsaldarmarkmiða umræðan, Monterey og allt það svona ýtti hlutum af stað og síðan í stofnanakerfinu þá fór í gang vinna og ég nefni hér svona nokkrar þessar lykilráðstefnur eins og sem að sumu leyti lykilpunkturinn er París með Paris Declaration, en það voru búin að vera ýmislegt áður í gangi sem að var svona upptaktur fyrir París, til dæmis Rome Declaration 2 árum og Marrakesh sem að var árið fyrir París, og mér langar bara á gamni að því það er eiginlega akkurat 10 ár frá því að allar þróunarstofnanir nánast, tvíhliða, margliða. Sorry, þið frá frjálsum félagasamtökum, menn voru ekki búin að átta sig á því ennþá að þið skiptu máli, það kom seinna. Það kom í rauninni ekki fyrir með búsa. En öll fagflóran var samankomin þarna 2004 og jafnvel þá töldum við ástæðu til að setja svona inn í markmið það sem átt að koma út úr þessu hvernig menn ætti að vinna. Bara svo ég lesa á ganni, Start with the planned input action, then analyzing the likely outcomes, change from starting with the planned inputs and actions and then analyzing the likely outcomes and impacts, byrja á inputinu, to
focusing on the desired outcomes and impacts, for example, poverty reduction, and then identifying what inputs and actions are needed to get there. It also involves establishing baselines and identifying upfront performance targets and indicators for assessing progress during the implementation and on program completion. Það er ekki nema 10 ár síðan að allir snillingar úr öllum þróunarsamvinnu geiranum voru samankomnir og töldu ástæðu til að hafa það sem megin ráðlegginguna árinu áður menn fara í Paris Declaration að menn séu eiginlega búin að vera að byrja á vitlausum enda allan tíman. Þetta nú ekki eldra en það sko, að hugsa þetta strategískt. En þá er það spurningin, breytir þetta einhverju? Að ég var nú að tala sko, þetta með skipulag og árangur. Jú, sko, það í rauninni það sem mér hefur alltaf þótt athyglisverðast við þessa atburðarás og hvernig hún fór. Varan sem við erum að framleiða, maður nota nú einkageira mál, varan sem þróunarsamvinnan er að framleiða, hún breytist. Það annar hlutur að deliver outcomes heldur en að deliver outputs. Í einkageiranum hefðu menn væntanlega við slíka breytingu á vörunni farið í mjög djúpa greiningu á því hvort að skipulagsmódelið í fyrirtækinu passar við vöruna sem menn að framleiða. En það hef ég satt að segja hvergi séð í tvíhliða opinberum stofnunum. Hvort sem eru stofnanir að ráðuneyti að menn hafi farið í djúpa skipulagslega greiningu út frá þessum sjónarmiðum sem hefði að mínu mati verið mjög rökrétt og eðlilegt að skoða. Því þetta kallar á margt annað heldur en menn gerðu áður. Sko, menn þurfa að hafa innsýn í það sem menn kalla árangursstjórnun. Menn þurfa að hafa skilning eða meiri þekkingu á samhenginu milli aðgerða og þessa árangurs í formi outcomes og í gegnum lengri og flóknari keðju og sem að kalla þá yfirleitt á flóknara lærdómsferli heldur en var áður. Þannig að menn fara alveg aftur í bara að stjórna í kringum inputs. Við erum líka að tala um það að svona hugsun krefst í rauninni meiri faglegrar þekkingar á þeim breytum sem skipta máli fyrir outcomes. Það er að segja, hvað er það sem að ræður, hver eru áhrifavaldarnir í því að ná betri árangri í menntun, annað en það að byggja skóla og setja peninginn og svo framvegis og framvegis. Þannig að þarna sko vex með þessu þörfin fyrir samþættingu, rannsókna og aðgerða, hún að mínu mati, hún á að vaxa veldislægt þegar menn eru farnir að hugsa svona. Og í þriðja lagi þetta kallar líka á að miklu meira samstarf og við bæði við haghafana, við aðra veitendur, frá ráðherrum og forsetum niður í grassrót. Landslagið verður flóknara. Því að ef að menn eru bara að pæla í outputs, þá geta menn alveg, ég byggi skóla hér, þú byggi skóla þar og svo. Þegar menn eru farnir að horfa á alveg árangur, þá verið að kalla eftir meiri samræmingu í því hvernig menn að nálgast hlutina. En hefur þó eitthvað breyst á þessum 10 árum frá Parísaryfirlýsingu og þessu öllu? Jú, því ekki að leyna. Bara sem að taki nokkuð svona stikkorð sem að eru komin miklu meira inn í verkfæraboxið og umræðuna heldur var á þeim tíma og að mínu mati tengjast mjög beint því að menn fóru að hugsa öðruvísi alvöru niðurstöður, það sé outcomes en ekki bara output. Til dæmis í aðferðafræðinni miklu meiri notkun á faglegri
aðferðum eins og randomized control trials sem að, menn geta deilt það, þetta er mikil tískubylgja og menn deila fram og tilbaka hver stór hluti af heildarpakkanum sé hentugur fyrir þetta og svo framvegis, en þarna allavega fagleg nálgun sem hefur hlotið miklu meiri hylli heldur en menn hefði getið ímyndað sér fyrir 10-15 árum. Nú tala menn mjög opið og nota cash transfers og það er ekki bara því að menn hafi séð að Lula fór að gera þetta í Brasilíu, heldur voru Mexíkanar byrjaðir á því áður og sem hluta af þróunarsamvinnu. Svona hugmyndir eins og prior purchase agreements, það sem er skipt miklu máli í kringum lyfja þróunarþáttinn, að það sé búið að lofa fyrirtækjum því að ef þau ná að þróa lyf, þá sé kerfið til staðar til að kaupa þau á góðu verði. Cash on delivery eða það sem að í rauninni menn eigi að fá borgað eftir árangri og okkur kemur ekki við hvernig ríkisstjórnin gerir þetta, við bara, þið fáið smá pening fyrirfram, síðan skilið árangrum og þá fáið meiri pening. Aðilar eins og Center for Global Development í Washington hafa verið miklu talsmenn þessa. Budget support hefur auðvitað fengið meira vægi í svona samhengi og síðan hafa þessir svokölluðu vertical funds komið til sögunar í miklu meira mæli. Það eru svona eins og Global Fund for HTB and Malaria, Gavi, Global Alliance for Vaccines and hvað heitir það? Immunization, já. Og þessar allir, Rollback Malaria, Education for All og allt þetta dót. Þannig að það hefur verið heilmikil flóra og margt að gerast. Og þetta sér maður bæði í skýrslum og samtölum fólk, það er ennþá mjög klár tilfinning að of lítið hafi breyst. Til dæmis, 10 árum eftir einmitt að þessi Marrakesh statement segir, guys, þið verður að leggja áherslu og gera góða baselines. Þá bara sýna úttektir og verkefnum hér bil hjá öllum að þetta er bara gert ómarkvisst og allt of lítið. Úttektir og árangursmat er ekki notað í nægilega góðum mæli til þess að bregðast við í svona lærdómslúpu, ef maður kalla það þannig. Og menn eru ótrúlega lengi að bregðast við. Og tökum bara Education for All sem dæmi þarna. Það er byrjað, svona það byrjað 15 ár síðan að þetta fer svona að rúlla af stað og síðan setja menn upp fast track sjóðinn fyrir Education for All og allt batterið á bak við þetta til að tryggja það að allir eigi rétt á því að fara í skóla. Og út af þessu kemur þessi mikla sprenging í enrollment í þessum fátækulöndum. En síðan fara menn að átta sig á því að árangurinn er ekki að skila sér í outcome, þar segir læsi. Og eftir allan þennan tíma, þá verður bara að segist eins og vera alþjóðasamfélagið í þróunarsamvinnu hefur verið alveg ótrúlega lengi að bregðast við og ótrúlega lengi vilja bara til að halda áfram eins og við gert að hinga til í þeirri trú, ef við bara tryggjum að það séu peningar til að byggja skóla, að þá munir nást árangur. Þó að núna reynslan yfir þetta 10-15 tímabil segi, nei, það er ekki að gerast. Nú síðan er það eins og ég nefndi í upphafinu, mikilvægi þess að hafa dýpri og fjölbreyttari þekkingu. Og það sér maður ofta víða að það er ákvörðunin og reksturinn er fluttur út í löndin í sendiráð eða stofnanir sem eru með fáeina starfsmenn sem eru síðan að sinna alls konar hlutum. Það er mjög víða sem að vantar þekkingu sem passar við viðfangsefnið. Það er að segja, það er bara ekkert sami hlutur að vera í
Kampala eða Nairobi, hvort þú ert að ræða við fjármálaráðuneytið, hvort þú ert að ræða við orkuráðuneytið eða hvort þú ert einhvers að reyna að styðja við daglegt líf Turkana-fólks. Það á í rauninni að kalla á öðruvísi sérþekkingu, en það er mjög óvíða sem að þetta nær að vera til staðar. Það enda allir með sendiskrifstofur fullar af generalistum. Það er það sem að oft vill verða. En þá getum maður spurt sjálfa sig líka, svo ég hendi nú bara nokkrum og hlutum inn til að við getum haldið áfram að velta fyrir okkur. Hvað á þá að einkenna góða stofnun sem að vill vinna innan þessa nýja ramma sem að með alla árangurskeðjuna undir? Ég held að lærdómur eigi að koma það fyrstur. Það er að segja stofnun sem að vill bæta sig og læra og finnur aðferðir til að nota reynslu með skipulegum hætti og er tilbúin að taka áhættu. Og menn ekki hræddir við að gera mistök, svo framlega sem hægt að læra alveg. Og sætta sig ekki við það að halda bara áfram, jafnvel með hluti sem að menn orðnir alls í vissur að sé ekki verka. Þessi árangurshugsun þarf líka að bara verða og hluti af DNA stofnunarinnar. Það er að segja að þú skapir stofnunarkultúr sem að fókuseraður á þetta sem grundvallar þáttinn í öllu sem menn gera, og að þannig að menn vakni og sofni með þessa hugsun í svona forgrunni, og þá leið að menn séu duglegir í því að mennta sig og í einmitt árangursmiðaðri stjórnun. Þriðja lagi, svona stofnun þarf að vera mjög viljug í það að vinna með öðrum. Því að þú getur aldrei gert allt, menn þurfa að nota þekkingu hvers annars, menn þurfa að vinna með öðrum til að passa upp og það sé samræmi í hlutunum. Þetta eru svona nokkrir þættir sem að mér þykja skipta máli þegar menn eru að hugsa skipulag sem á að skila árangri. Og þá er ég ekki að tala skipulag í svona í kassaformi, því að organogramm eru ágætt til síns brúks, en þau ráða sjaldnast hvort að fyrirtæki eða stofnanir eru góðar eða vondar. Og síðan það sem að skiptir væntanlega mestu máli, það er að hafa gott fólk. Og þá er það spurningin, hvað þýðir það? Í mínum huga þýðir það fólk með góðan fræðilegan bakgrunn, og það þarf að vera ákveðin fjölbreytni. Það er að segja, það má ekki hafa eingöngu hagfræðinga þó þeir séu alla jafna afburðagóðir, en það þarf fjölbreytnina, og menn þurfa að hugsa hvernig ná menn henni. Sérstaklega er það erfitt náttúrulega í litlum stofnunum eins og til að sjá okkur hjá þóknir sí. En við höfum þó ekki svo sérstaklega vondisatriði í þeim veginn. Það er mjög gott að mínu mati líka ef að fólk er með einhverja þróunartengda viðbótarmenntun, þróunarfræði eða aðra slíka hluti til dæmis ofan á. Menn þurfa að kunna verkfærin. Það verður bara að vera algjör grunnur í öllu að menn, ef að verkefna skipulags nálgunin er logfrem, já þá verða menn bara að kunna það fram í fingurgóma og svo framvegis. Nú, reynsla er líka góð og mikilvæg, og síðan er það nokkuð sem að ég glemdi að íta á takkan. Það vona að einhver hafi verið hissi framan. Þarna eru hluti sem að ég nefndi, fræðilegur grundvöllur, viðbótarmenntun, þekking á verkvaranum, reynsla af löndunum. Síðan er það þetta síðasta sem að vefst fyrir mönnum, mér og öðrum. Það er
sko, gerum við móralskar kröfur í dæminu líka. Og þetta deila menn endalaust og þeir eru til sem segja það á ekki að skipta máli. Ef viðkomandi kann sitt kram og getur stílað sínu verki vel og vandlega, hvort honum eða henni þykir vænt fátækt fólk eða ekki, það má einu gilda. Persónlega held ég að fólk sé miklu líklegra til að standa sig vel og leggja svona ekstra á sig ef hjartaði með í dæminu. Þannig að við erum að tala skipulag sem að passar við það að við séum að dekka þessa árangurskeðju, þá það þessi hluti. Það viljinn til að læra, það viljinn til að vinna með öðrum og svo fólkið með þessi einkenni þessi töluvert djúpa faglega geta sem að lykilþáttur á mínu mati. Því að sviðið einfaldlega flóknara þegar outcomes eru orðin mælikvarðinn frekar nábúls. Það er bara töluvert kvantum stökk sem að verður automatískt þegar það gerist. Nú þá kannski svona bara nefna í forbifartinn hverjir eru taldir góðir. Og ég svona það sem maður séð mjög oft í alþjóðlegum úttektum á þeim sem eru góðir og ekki góðir, þá dúkka þessir nokkuð oft upp. AIDA Alþjóðabankans, UNICEF, Afríkubankinn sem hefur verið að fara upp mér til ánægju og sem dæmi Gavi þetta sem vertical fund til að vera að fá góðar umsagnir. Í tvíhliða þá höfum við oft séð Írana metna vel. Ég byrja að gleyma hvaða úttekt það var. Ég man eftir einni sem kom út fyrir svona það bil 4 árum, því sem hafi betra minni ég, þegar maður kíkti bæði tvíhliða og fjölhliða og setti AIDA efst fjölhliða og Írana efst tvíhliða. Ég bara man ekki hverju gerði hana, en það er ein af allmörgum. En þetta eru svona aðilar sem að koma oft upp. Og í félagasamtökunum þá sér maður aðilar eins og Oxfam og Save the Children koma líka alls oft upp á skjáinn. En auðvitað er ekkert einhlítt í þessu og deila hvað mönnum þykir gott og ekki gott. Ef maður skoðar þessa tvíhliða aðila, ef maður einbeitir sér að því, þá eru þetta allt, þeir eru mjög mismunandi. RS1 er svona mjög afmörkaður hluti undir írska utanríkisráðuneytið, en þó með sín strúktúr upp og niður. SIDA er sér stofnun, Lux Development er sér fyrirtæki og DFID er sér ráðuneyti. Þannig að svona stóra umgjörðin er afskaplega mismunandi. En það sem mér sýnist að þessir aðilar allir séu að standa sig nokkuð vel í einmitt þessi þekkingarleitin og áherslan á árangur, leita í dýptina og svo framvegis. En svona svo við komumst í að tala saman, hvaða ályktanir geta menn svo sem dregið skipulag? Ég meina, menn geta dregið ályktanir sem ég hef verið að nefna skipulag í hinu innra, sem er þessi árangursfókus og dýptin og viljinn til að læra, viljinn til að taka áhættu og svo framvegis. Í hinu ytra þá er erfitt að draga einlíta ályktanir, en persónulega sýnist mér að ef við trúum á það að fagdýptin sé lykilþáttur í þessu, þá held ég að
án þess að það sé hægt að útiloka að sé hægt að gera það í öðru formi á neinn hátt, þá held ég að stofnanir séu líklegri til að leita dýptarinnar heldur en almennara skipulag. Ég nefni bara svona í forbifartin bara 2 dæmi þar sem að svona umræðan í kringum þessa hluti. Hollenska ríkisstjórnin setti nefnd í það að skoða skipulagi á þeim 2010-2011 svona þar bil. Skýrslan hafi komið út 2011 frekar en 10 en það var þar. Þeir gera þar tillögu að sett verði á stofn þróunarsamvinnustofnun til þess að auka faglega dýpt og þekkinguna í þeirra kerfi. Var þetta úr, pólitísk yfirvöld ákveða að gera þetta en svona það var ein tillaga sem kom upp. Ef menn hafa fylgst með umræðum í Svíþjóð í fyrra þá einmitt umræður klúður utanríkisráðuneytisins á meðferð þróunarpeninga og þar í því samhengi var dregin upp úr skúffunni 20 ára gömul tillaga frá SÍDA að þeir myndu taka að sér alla framkvæmd. Ráðherrann sagðist lofa því að taka hana til alvarlegra skoðunar en maður veit svo sem ekkert hvað meira gerist með það. Ég nefni þetta sem 2 dæmi þar sem að menn flagga einmitt þessu atriði sérhæfða stofnunin sem tæki til þess að fara meir í faglegu dýptina. Hafandi sagt það, þá enginn sem getur tekið það frá Írónum sem verandi deild í ráðuneyti að hafa staðið sig afskaplega vel, eða frá Bretunum í DFID bara sem eru ráðuneyti og þar með í raunni sömuleyti stofnun að hafa líka staðið sig vel svona meðal þessar tvíhliða. En við líka bendum gjarnan á það að hjá Svíunum að SÍDA stofnun sem að jafnt og þétt mjög langan tíma fær almennt heldur góðar umsagnir samanborið við aðra. Þetta eru svona nokkra vangaveltur það hvernig ég sé bæði þróunina í því hvað menn skoða sem verandi árangur og hvaða skiptir máli í skipulagi, og þá ég ekki hvað síst að tala innra skipulag, til þess að þessi nýja tegundi, ef hægt að kalla hana nýja eftir allan tíma, að hún virki. En þó hún sé komin til ára sinna, þá það nú svo að allar úttæktir benda til þess að menn eigi ansi langt í land ennþá með að hugsa outcomes eða árangur í í því formi. Ef við ekki segja þetta gott sem upptakt af spjalli, ég ætlaði að vera í korter, hvað er búin að vera lengi? Hóli!